Og velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín komin hún Hildur Eir Bolladóttir Séra og við ætlum að ræða aðeins aðventuna og hvernig við eigum að svona undirbúa okkur fyrir jólin. Velkomin. Takk fyrir. Ertu byrjuð að undirbúa? Þessi klassíska. Já, ég núna alveg á 5. sort í bakstri. Nei, jú, þú veist, undirbúa mig sko. Já, ég allavega svona að byrja að hugsa jólin og aðventuna og allt það. Þetta gerir maður það náttúrulega snemma á hausti þegar maður prestur. Þetta svolítið törn hjá prestum, eða hvað? Já, það það sko. Það að vísu, ég hef oft sagt það sko, það örugglega meiri törn fyrir sko sveitaprestana sem að að fara á mörg aðventukvöld og allar sveitakirkjurnar og jólaböllin og eitthvað svona. Já. Þetta nú svolítið svona jafnt yfir árið hjá okkur í svona stóru söfnuðum sko, eins og hérna í Akureyrar. Og jú, það auðvitað auka, þú veist, álag að vera að biðja mann að koma að tala á eins stöðum og eitthvað svona. En ég veist það bara gaman sko og bara ánægilegt álag. Það nefnilega álag sko þú veist, það getur verið ánægilegt, svo getur verið neikvætt, það svona misjafnt sko. Já. Þetta skemmtilegt álag. Þetta bara jákvætt álag sko. En sko, hvað getur þú gefið okkur eitthvað ráð? Maður finnur það sjálfur að þegar jólin nálgast, þá einhvern veginn fara axlirnar svolítið svona upp í eyru. Að því að maður ætlar að ná að gera svo margt. Ekkert endilega kannski kaupa svo margt ennþá, eða hvað finnst þið? Skynjar þú kannski breytingu á aðventu brjálæðinu sjálf? Já, mér finnst ég nú skynja það. Ég myndi að hugsa að ég man fyrir svona 10, 15, 20 árum. Þá var alltaf verið að skrifa einhver svona pistla í fjölmiðlum og jafnvel prestar að predika ofgnóttina sko, í kringum jólin og þetta hvernig fólk bara færi alveg á hliðina og eyddi allt of miklum peningum og eitthvað svona. Ef ég hugsa það, þú veist, það dytti mér aldrei í hug. Í dag held ég að skrifa einhvern veginn þannig pisti. Mér finnst það ekki vera relevant, maður segir á góðri íslensku. Sko, ég held að fólk sé komið svolítið út úr því bulli, þú veist. Ég held að fólk sé ekkert að setja sig einhverja skuldir út á jólagjöfum og eitthvað svona. Ég held að það sé komið svolítið annar þankagangur gagnvart því og ég meina, og bara eins og með þetta, þú veist, að konur eru ekki að fara yfir að því að það þurfa að baka þetta og svo margar sortir, þú veist, það bara jafnvel verið að kaupa deig út í búð og baka bara til að fá ilm í húsið og skapa stemningu og eitthvað svona. Einfalda sér lífið svolítið. Einfalda sér lífið og ég held að fólk sé orðið svolítið meðvitaðar það, þú veist, að vera ekki að gefa dýrar jólagjafir, að það sé í raun og veru svolítið plebbalegt, eða það svolítið svona mín tilfinning, en svo ég kannski að miða svolítið bara við auðvitað mitt umhverfi, sko, sem að En þá álagið, eða streitan, hún farin eitthvað annað eða heldur hún sé kannski bara horfin? Eða álagið komið í þetta félagslega að ná að gera allt þetta gæða? Það gæti hins vegar verið, að það hafi aðeins fæst yfir á það og til dæmis þetta ekki þetta, en þú veist, ljótt orðið þannig, en sko jólatónleika ofgnóttin alveg svona pínu svona eitthvað sem við þurfum kannski aðeins að staldra við og skoða. Það alveg ofboðslega mikið framboð. Og á svona stuttum tíma. Á svona stuttum tíma. Og ég svona velti aðeins upp, sko, hvort að það væri kannski snjallt að dreifa þessu aðeins meira. Mér líður pínu þannig að ég núna búin að kaupa mér með á jólatónleika og alltaf búin að hugsa það svolítið núna á aðventuna því þetta svolítið óvenjulega aðventa einhvern veginn í mínu lífi að ég ætla að hlúa svona sérstaklega sjálfur í mér á þessari aðventu og búin að kaupa mér með á alltaf að sækja tónleika en það hefur stundum verið þannig undanfarin ár fyrir mig að það hefur verið svo ofboðslegt framboð að mér hafa bara fallist hendur í einhvern veginn bara ekki farið á neitt. Já, það svolítið það sem getur gerst. Það hefur svolítið verið tilfellið með mig, sko. Já, það svolítið og þetta getur líka orðið pínulítið svona virkað á mann pínulítið græðgislegt, skilurðu, því maður veit auðvitað, eins og skilji það auðvitað fólk náttúrulega, já, þú veist, þetta er svolítið þeirra törn, þetta er svolítið þeirra törn. Það mætti þá reyna kannski að hanna svona hausttörnina, búa til eitthvað hæpi kringum það, eða þessi jólatónleikatörn kannski kringum páskana og svo til dæmis, ég hugsa oft bara svona tími eins og febrúarmánuður, þú veist, febrúarmánuður bara svona eins og stillimyndin á sjónvarpinu var, skilur, það er ekkert að frétta, skilur, það bara að bíða eftir einhverju. Og þú veist, þá til dæmis frábært að hafa marga tónleika. En þú nefndir að eins og aðstæður í þínu lífi, og kannski með öðrum að hætti núna, það ekkert leyndarmál að þeir að skilja hjónin. Eitthvað ráð sem þú getur þá gefið fólki, því að það náttúrulega fólk í alls kyns aðstæðum áraðum kring og ekkert síður á aðventunni. Það er svolítið merkilegt að ég hef, sko, bara sem sálgætir og prestur
oft haft orð á því og til þess að sýna þetta líka bara skilning fólki sem að kannski hefur verið að missa ástvin að jólin og þetta fyrstu jólin geta, sérstaklega fyrstu jólin geta verið mjög erfið, að þau varpa svolítið svona kastljósi á sorgina, þú veist, það vantar þennan einstaklingin í lífið og það getur verið sárt og það getur verið erfitt og ég hef oft verið svo upptekin af því að setja orð á það og svona viðurkenna það, sko. Núna hugsa ég svolítið sjálf, bara út frá sjálfri mér og minni líðan og því sem að ég er að gangi í gegnum, að maður geti, og ég var einmitt að tala með þetta við vinkonu mína sem stóð í sömu sporum og ég fyrir ári síðan og hún var alveg sammála mér, að maður geti notað einmitt þennan tíma til að hugga sig, sem huggunaríkan tíma. Af því þetta var boðskapur, hinn kristni boðskapur er huggunaríkur, skilurðu, hann er vonin og hann er hinn skilyrðislausi kærleikur Guðs sem kemur inn í heiminn í litlu barni sem er nakið og á ekki neitt og hefur ekkert undir sér, sko. Og engin, þú veist, það er engin völd þar eða peningar eða einhver ytri lífsgæði, það er bara innri lífsgæði. Og þess vegna, sko, finn ég það núna, mér finnst þetta ekki þannig sé erfitt að vera standa í þessu gangi gegnum þetta á þessum tíma. Ég er svolítið að nota þennan tíma til að hugga sjálf á mig. Desember er kannski bara einmitt góður til þess. Já, bara njóta, þú veist, ljósanna, njóta tónlistar, njóta þess að það verða samverustundir með vinum og fjölskyldu, njóta þess að vera með börnunum, njóta þess að vera í helgihaldinu og hvíla í því og kannski bara mun ég meðtaka meira heldur en ég oft gert bara fyrir sjálfa mig. Og þannig að ég svolítið, sko, ég held að fólk gæti alveg, sko, snúið þessu svolítið við og hugsa þó það sé kannski ekkert á besta stað í lífinu akkurat núna, að nota, sko, þennan tíma. Nýta sér allt þetta sem er svona umvefjandi. Það er ylur í desember. Það er ylur í desember og þetta er, sko, það er grunnurinn í þessu öllu saman, skiljið, í jólaundirbúningnum og aðventinu, en til dæmis, sko, þú kannski ferð ekki á Glerártorg, skilurðu, til þess að skynja það. Þú veist, þú þarf að fara á Glerártorg til að kaupa eitthvað, en þar ertu ekki að fá þetta. En ef þú ferð kannski og hlustar á kór Akureyrarkirkju syngin jólin, skilurðu, já, þá getur þú skynjað það. Og smá tenging við tónleikaflóðið sem við vorum að ræða á þann. Aðvendukvöld í kirkjum, þau til dæmis taka ekki eins mikið í pinguna, það ekki rétt hjá mér, er það ekki yfirleitt ókeypis? Jú, það er alltaf ókeypis. Það er alltaf guðdómleg tónlist og hægt að njóta, þannig að það er að benda á það. Aðvendukvöldin hjá okkur er raunur bara það að kirkjukór Akureyrarkirkju býður til jólatónleika, það kostar ekkert inn, heldur bara fólk getur komið og hlustað á. Hvenær er aðvendukvöldið hjá ykkur? Heyrðu, er það ekki annan sunnudaginn í desember. Það mun ekkert fara fram hjá okkur. Það er ekki annar desember, það er sunnudagurinn eftir. En nú er tíminn okkar á þrotum, Hildur, það er dásamlegt að fá því þáttinn. Þakka þér fyrir. Og við vonum bara að fólk njóti aðventunar og Já, það vona ég svo sannarlega. Huggi sig. Takk fyrir komuna.